Fyrirliði og þjálfari spá okkur öðru sæti í sumar, kemur spáin á óvart? Mér bara eiginlega alveg sama. Ég veit ekki, ég var að segja áðan að ég held að fótboltinn farin að snúast meira hvað þið fjölmiðlamenn tala og hvað við tölum inn í klefa og allt annað en fótboltann einhvern veginn. Þannig að okkar verkefni bara að fara út á völl og spila fótbolta og gera það af krafti og það sem gerist og það kemur bara í ljós í lok sumars. Hvernig líst þér á liðið okkur fyrir tímabilið? Bara mjög vel. Kjarninn sá sami, fullt af drengjum með strákum sem hafa spilað marga leiki í efstu deild og það hlýtur að telja eitthvað. Og svo auðvitað erum við með unga efnilega stráka og aðra stráka sem stóðu svo vel í fyrstu deildinni fyrir. Hákon og Kristófer Páll, þannig að ég er bara bjartsýnn, flottur hópur. 50 ára afmæli Fylkis í ár, þið ættu beint upp eða ekki? Hvað var ég að segja? Nei, þú veist, ég veit ekki. Jú, það er auðvitað alltaf stefnan en á endanum er það þannig það sem þú gerir á vellinum og það sem skiptir máli. Og ég ætla ekki að fara að segja eitthvað sem hugsanlega rætist ekki, en ég get alveg lofaði því að við förum út á völlin og gerum allt sem við getum allavega. Hvaða lið heldur að verði í toppbaráttunni? Mér alveg saman. Þú veist, það eru fullt af góðum liðum í þessari deild og þetta verða, hvað er þetta margir leikir? 20 leikir? Nei, 22 já. Það verða 22 mjög erfiðir leikir og ég held að það séu bara ansi mörg lið sem að gera tilkall til Pepsi. Fyrsti leikur á móti Þór og þeir eru með mjög baráttuglatt lið til í slagsmála á laugardaginn. Já, ég hef verið það, ef ég var ekki tilbúinn í slagsmál þá var ég örugglega bara hættur þessu sko. Þannig að maður þarf að gera það sem maður er ágætur í og ég held að við séum flestir stílaðir inn á það að við vitum nákvæmlega hvað býður okkur í þessari deild og það verða slagsmál og annarkvort bara eru við menn eða mýs. Völlurinn í Árbænum að koma betur út af veturinn en ofta. Þetta oft verið svona erfitt í byrjun sumars en hann bara lítur vel út núna, þegar ekki? Jú, hann lítur bara mjög vel út og ég held að hann bara hafi ekki lítið svona vel út í mörg ár. Og það er auðvitað bara frábært og ánægjulegt að geta hafið Inkasso-deildina á góðum velli. Klári, takk.